Já, herðu, það borgarstjórnarkosningar í vor og það stemming í Samfylkingunni, það oddvita slagur og þau eru hingað komin, fólki sem að vill leiða Samfylkinguna í borgarstjórnarkosningunum sem eru framöndan. Það Heiða Björg Hilmisdóttir og Björn Matthíasson. Verið velkomin. Takk fyrir. Og Björn Þorláksson hérna mér til halds og traust, sem svo sagt ég ætla að byrja á þér, Pétur, að þú nú svona áskorandinn í þessu. Hvað það sem að veldur því að þú getur ekki fylgtir á bak við Heiðu? Já, þetta kannski snýr meira bara að borga stjórn yfir höfuð og svona stefnu samfylkingarinnar í mörg ári. Ég mjög ánægð með Reykjavíkurborg. Mér finnst Reykjavíkurborg en ekki Samfylkinguna. En ekki Samfylkinguna. Nei, sko, ég verð alveg að koma að því. Ég ánægð með Reykjavíkurborg og Reykjavíkurborg eins góð og hún út af þess Samfylkingin hefur fengið að stjórna borginni. Hafa þá hreinu. Hún miklu betri heldur en fyrir 30 árum, 40 árum, miklu líflegri og fjölbreyttari heldur hún nokkuð verið. Það hefur dálítið talað niður borgin. Síðan finnst mér Samfylkingi dálítið hafa farið af leið í ýmsum málum og það hreinlega bara þannig. Mér finnst þurfa breytinga og sérstaklega sem geta haldið þessari jafnaðarstefnu áfram í borginni. Bestu borgir í heimi eru allar byggðar á þessu sósíaldemokratiska módeli. Borgirna sem eru í Skandinavíu, við berum okkur oft sama við, eru öll með þetta módel og mér hefur fundist að aðeins hafa farið af leið og mörg mistök gerð. Tökum þá það sem þessu Samfylkingin hefur farið af leið. Hvaða atriði eru það? Sko, þú skoða bara traust borgarbúa til borgarstjórnar og þetta hefur ekkert með Heiðu að gera. Þá lítið traust til borgarstjórnar og ég held að minni hlutir alveg stóran þátt í því líka með að tala niður borgina. En þegar 80% segjast ekki bera traust til borgarstjórnar og það bara 9% sem segjast bera mikið traust til borgarstjórnar, þá eitthvað svona, það komið eitthvað gjá hérna á milli ráðhúsins eða borgartúnsins og fólksins. En þetta ekki að vísi kannanir sem allir landsmenn eru spurðir? Jú, svolítið ósanngjarnt. Það getur verið ósanngjarnt. En þetta eins og mjög lágt sko, að það hlýtur og sorglegt fyrir að vera í borgarstjórn og það minna traust borið til hennar heldur en til dæmis bankakerfisins, jáfnvel í gegnum hruni sko. Já, í þessum könnunum. Og þetta aðeins eldri kannanir sko, þetta síðan 24. Það breytir því ekki, bara ég hef verið hinum með borðið og manni finnst oft borgin ekki að vera að vinna með manni, þú veist, þegar maður opnað kaffihús eða eitthvað, þetta dálítið flókið og stíft og maður að heyra frá íþróttafélögum að það sko, þú veist, það ekki hægt að fá fundi og kerfið dálítið flókið. Það ekki bara hvíla Samfylkinguna? Nei, ég held nefnilega að sko, það sé mjög mikilvægt að kosningarnir í vor fari vel fyrir Samfylkinguna. Það lykilatriði, þannig að ég held að ef þessi stefna sem hefur verið svona meira og minna við lýði síðustu 30 ár, ef henni snúi við og það farið aðra átt, þá getur verið að fara í sko hugmyndafræði sem ég held að þessar bestu borgir í heimi ekki byggðar á og það getur verið óafturkræfar breytingar. Ég ætla aðeins að hanga þessa spurningu af því að Heiða ný komin, Dagur ný farinn. Hún myndaði nýja meirihluta, annars konar meirihluta heldur en Dagur hafði búið til, þannig að sumuleyti breyting í borginni. Finnst þér sú ákvörðun og sú breyting sem á sjá hjá Heiðu ekki vera að beygja í sömu átt og þú myndi vilja fara? Sko, hún tekur við náttúrulega eftir Dag sem var náttúrulega mjög sterkur og áberandi borgarstjóri og það flókið að taka við og hvar sem í fótboltaliðum. Ég sagði eitthvað að þetta veri Alex Ferguson, ég var ekki að líka degi við Alex Ferguson beint en að taka við eftir sterka borgarstjóri þá náttúrulega eftir einhverju 17 áður við finnið næsta þjálfara. Já, akkurat. Það næstu þessu sjálfstæðisflokkurinn bara. Já, nákvæmlega. Þetta Davíð. En og svo kemur Einar Þorsteinsson og það fór eins og það fór. Og Heiða gerði vel að mynda meirihluta með flokkum sem núna kannski eru. Ég veit ekki alveg hvernig staðan á þeim flokkum, ég veit ekki alveg hvernig þeir munu bjóða fram í vor, en mér bara finnst það bara að ganga nokkuð vel, það hefur ekki mikið læti í ráðhúsinu, en ég hef sterklega á tilfinningunni að það sé dálítið ákall eftir breytingum. Mér bara finnst það sjálfum, mér bara finnst sjálfum að það þurfi breytingar til þess að eiga góða möguleika að vinna í vor. Heiða, af hverju heldur að komi mótframboð gegn þér? Og það ekki bara Pétur, maður heyrir að það eru alls konar fólk að lýsa yfir stuðningi við hann. Það svolítið svona, það eru flokkadrættir í Samfylkingunni.
Já, Þú ert ekki með flokkinu bak við þig? Jú, ég upplifi það reyndar, að ég sem er flokkinu bak við mig, algjörlega. En hvað þá með Kristrúnu sem að kisti Pétur á ennið og gaf hann Já, við kissum öll Kristrúnu og alla, en ég upplifi algjörlega ég sem er flokkinu bak við mig og ég finn bara mikil stuðning og hef gert síðan ég tók við. Ég veit að tók við sem oddviti fyrir ári síðan, ég er búin að vera 1 ár. Á frekar erfum tíma þar sem að Einar Þorsteinsson í rauninni fór taugum og sleit meirihluta, sem er svona mín tilfinning á hvað gerðist. Og við þurftum að sína ábyrgð og það sem að mér hefur fundist mikilvægt fyrir okkur sem störfum á vettvangi borgarinnar og erum kosin af borgarbúum til þess að stjórna borginni, að við verðum ekki vandamálið. Við erum ekki viðfangsefnið. Við eigum ekki að vera þarna og láta þetta snúast okkur. Þið eru að bjóða okkur fram. Við erum að bjóða okkur fram fyrir fólkið. Þannig að þegar við setjum saman þessar fyrst 6 en svo 5 konur odditar þessara flokka og ég er búin að vera odditið þá í 10 daga. Byrjum að ræða saman og það fann ég bara að það var fólki öllum þeim flokkum og allir þeir odditar voru bara tilbúnir í verkefnið að nú bara klára við þetta kjörtímabil. Við nýtum þetta umboð sem við höfum fengið frá borgarbúum til að koma á góðum verkum áfram og reynum bara að skapa ró í borginni og framtíðarsýn og það að við erum að fara að fjármagna. Fyrsta verkefni mitt var að lýsa yfir stuðningi við kjarabaráttu kennara sem ég gat ekki gert sem formaður sambands sveitarfélaga því þar var ég auðvitað að tala fyrir stjórn. Þannig gat ég tala fyrir meirihluta í borgarstjórn sem að studdi þessa samninga sem að var ekki tilfellið í fyrir meirihlutanum. Það var það fyrsta sem við gerðum. Síðan hefur við farið í mörg bara mjög framsækin og spennandi verkefni og ég verð að segja, það eru margir sem héldu það að sósíalistaflokkurinn var ekki stjórntækur eða vinstri græn myndu fara fram og hitta þetta flokku fólksins þetta myndi nú ekki endast eða píratar með flokki fólks, eitthvað svona, þetta gengi bara ótrúlega vel og ég held að það sé bara ágætis svona mælikvarði á hvað er hægt þegar fólk virðir umbúðir sem það fær af því það eru íbúðarnir sem kjósa okkur og það er mikill heiður að vera kosin af íbúðum til þess að gegna þessu starfi. Þetta var atburðarás sem var mjög hröð og ég held ég hafi bara sannað það og sýnt í þeirri atburðarás að ég get verið öfluguleitt og ég get kallað fólk saman og ég get leitt meirihluta. Ég er að mörguleiti bara aldrei glöð að það er ekki allir eitthvað að pæli hvað ég er að gera. Auðvitað vil ég gjarnan að allir fylgist með því en þetta var ekki mitt moment, þetta var okkar moment. Getur þetta ekki bara rétt þannig, stóðum við sér ekki ágætlega vel 10 dögum eftir hún tekur við og ná saman meirihluta og bjarga okkur frá einhverjum hægri meirihluta í borginni og bjarga okkur frá því að borgin sé ennþá sósíaldemókratísk. Ég sagði það á þann, mér finnst hún að staðið sig vel. Ég var ánægð með þetta. Okay. En það sem oft þú þarft að hlusta á og fyrst nú bara hálft áramótasköp og kannski er það einhver misskilningur hjá okkur að við höldum að borgarstjóri Reykjavík eigi að vera eitthvað svona stórbokki og njóta mikilla virðingar og allir viti hver hann er og þekki til hans og kannski er það óraunhaft lengur eins og það var en við höfum náttúrulega haft alveg gríðarlega sterka borgarstjóra Davíð Oddsson og Ingibjörgu Sólrúnu og Dag B. Eggertsson ég svo að enginn hafi verið nefndur oftar í staksteinum heldur en Dag B. Eggertsson til dæmis. Hvað er það sem að veldur því að þú nærði ekki einhvern veginn að komast í gegn? Ég held bara að fókusin okkar og forgangsröðum verkefni okkar þegar ég tek við er ekki, fyrsta máli á dagskrá er ekki að Heiðar að verða borgarstjóri. Fyrsta máli á dagskrá við erum 5 flokkar, við erum 5 odditar og við erum að fara að keyra áfram á verkefnunum. Leiðtogi skiptir máli í stjórnum? Skiptir máli, en það var ekki þannig að það væri mitt fyrsta verk að fara að segja hæ og hér er ég og hér er Heiða og ég ætla að bjarga borginni, af því það voru við saman. Og við fórum inn í það, við þurftum að hagræða í rauninni 7 milljarða innan borgarinnar til þess að geta fjármagna, kjarasamning og annað sem við gerðum. Við þurftum að fara í bara mjög erfið og flókin verkefni með starfsfólkinu okkar. Eftir á hyggja, það hefur kannski átt að auglýsa okkur meira, eftir á hyggja kannski stráða eins meira glimmer og vera eins meira svona út á við. En mér finnst bara, ég er bara þannig manneskja, ef ég fæ verkefni, þá vil ég gera það vel og ég vil klára það og ég vil sýna að við stöndum undir ábyrgðinni og ég er ótrúlega stolt af okkur öllum, odditum þessara 5 flokka, að skila til þessari fjárhagsáætlun og þessari niðurstöðu á síðasta ári sem maður bara stemdi ekkert í þegar við tókum við. Og það var í rauninni stóra og ég hugsa að þannig sanna ég mig best. Borgarstjóra vilji fá svona sinn borgarstjóra? Já, það held ég líka, algjörlega. Og ég meina 7 mánuðum eftir að tekur við í óveðri
okkur fannst bara kannski ekkit vera rosalega mikil eftirspurn eftir okkur sko. Ég meina það ekki þegar einhver trampar yfir sig í ráðhúsinu og ég held að enginn hafi viljað fá eitthvað svona tímabil eins og þegar Dagur var í 100 daga og svo Ólafur F og svo Hanna Birna og svo Vilji, fólk fekk svona smá í ráðhúsinu bara hvað erum við að fara inn í annað þannig tímabil. Okkar forgangsatriði var við ætlum að skapa ró í ráðhúsinu og við ætlum að sýna að borgarstjórn virkar þó að það séu svona einhverjir sem að vilja hlaupast frá verkum. Og við getum klárað stórmál og komið í gegn og ég meina við erum búin að klára, við erum með til dæmis ákvörðun að brjóta 80 hektara nýju landi og leita til innviðafélag að koma með okkur í að byggja, þannig við getum byggt sko nýtt hverfi með innviðum, við erum að taka stórar ákvarðanir af því við erum óhræddar við það. Og ég væri bara sem verkefni sem að Ragnar Þór hefur komið að og það lítur að vera góð frétt fyrir ykkur að hann orðið ráðherra. Já, hann bara vinur sko, hann frábær en mér gekk líka bara mjög vel að ræða það við Ingu eða Daða eða Kristrúnu og allt þetta fólk sem við höfum þurft að tala við hinum meginn frá. Aðalega þetta þó bara Reykjavík sko, þetta Reykjavík sem að gera þetta en mér finnst bara mikilvægt og auðvitað bara þarf ég lengri tíma og það þess vegna sem ég að biðja. Ég búin að vera núna í 11 mánuði. Nei, í borgarstjórn? Í borgarstjórn, frá því 2015. 2015, Þannig að þú ert komin á 11 ár. Já. Með þokkalega reynslu. Ég er með mikla reynslu og það tekur tíma að læra kerfið og það eru margir sem segja það að svona fyrsta kjörtímabili sem þú ert í borgarstjórn, þú ert svolítið að læra á það hvernig getur þú virkilega komið þínum málum áfram, hvernig getur þú hagað málum þannig að þar sem að þú leggur áherslu á komist í gegn. Ég trúði sig ekki alveg þegar ég fór inn en svo lærði ég þetta smá. Dagur var nú oft alveg bara þú ert alveg með þessi mál, þú verður bara síns aðeins smá þolinmæði og margir sem hafa komið inn og eru kapsullir og fara út af því þeir ná ekki gegn og einhverju málum. Þú myndir ráðleggja Pétri að kannski sækja að vera bara venjulegur til að byrja með? Taka sér smá tíma ekki koma inn á vilja vera fyrirliði, stofnvískipta og allt saman? Já, bara ég held að sé bara eitt helsta vandamál sveitarstjórnarstigsins of mikil nýliðun. Á hverju ári eru 500 manns kjörnir sveitarstjórnarfulltrúar og það eru svona cirka í hverja kosningar 350 nýr. Þetta er ákveðin veikleiki á sveitarstjórnarstiginu. Það verður ekki verið veikleiki á samfylkingunni undanfarið og ég skil alveg að fólk vill fá endurnýjun og vill fá nýtt fólk og þannig virkar auðvitað lýðræðið. Það verður endurnýjun á ykkur, það verður endurnýjun á Sjálfstæðisflokknum, það verður endurnýjun á Viðreisn, það verður endurnýjun í Landsstaðar. Ég meina af 6 efstu sætunum síðast, þá eru bara 2 sem að gefa kost á sér hjá samfylkingunni. Ég hef auðvitað aldrei verið leiðtogi í prókjöri eða farið í leiðtogaprókjör eða verið leiðtogi í kosningum sem annar hluti held ég af því af hverju fólk veit í hverju. Ég hef aldrei verið framan á strætisvögnunum í biðskilunum eða annað en ég stefni á að vera það næst. Með mínum hóp. En Pétur, það ekki réttmætt svona að þú varst að vitna í fótboltann? Að þú komir þarna inn og í staðin fyrir að bara mæta á æfingar að þá viltu verða fyrirlið og strófiskipta strax á fyrsta leik? Já, ég hugsaði þetta vel, sko, hvort að þetta væri bæði rétta mómenti fyrir mig og ég bara ítreka það eru kosningar þar í vor sem ég er að hugsa og ég held að oft sé, glöggt gest augað að koma inn og geta velt við einhverjum steinum sem kannski fólk sem hefur lengi verið í kerfinu kannski tekur ekki eftir. Auðvitað í vexti, Reykjavíkurborg er miklum vexti. Það er íbúðaþróun og það er búið að byggja meira heldur en nokkuð tíman áður í borginni að þá vex allt kerfið. Og það þarf stundum einhver nýr að koma að til þess aðeins að skoða, það þarf þetta alltaf að vera svona, þetta ekki óþarflega flókið? En nú hafa sko blaðamenn eins og Þóra Kristín, hún hafa sett spurningamerki við það þegar þú kynir þitt framboð, að því hafi í rauninni ekki fyllt neitt manifesto, eins og hún orðaði að það bara vanti svolítið stefnu og svona í huga margra þá þetta bara svona val á milli tveggja hausa af því þeir eru kannski ekki tekist að koma fram með einhver svona stefnumál sem að ég veit að þeim sem munu kjósa í þessu prókjöri auðveldar hugmyndir það hversi munurinn á okkur tveimur. Það er nú ástæðan kannski fyrir að maður er að koma í svona þætti eins og til ykkar. Ég held að hún hafi skrifað þetta bara 2. eða 3. janúar og fólk heldur að pólitík sé svo rosalega plottuð að það sé búið að vera undirbúið þetta framboð í langan tíma og það séu alls konar reykfyllt herbergi á Hallveigarstígnum og fleiri stöðum í borginni. En ertu með einhverja stefnu sem Heiðir ekki með?
Já, það er sko, það er 100%, við erum með mjög ólíka svona nálgun á hlutina, myndi ég halda. Heiða getur lítið vitað mig, annað það sem bara stendur á heimasíðinu og núna það sem búið að koma fram í viðtölum. Ég kem dálítið að þessu bæði frá rekstrar sjónarmiðinu og svona borgarskipulagi. Mér hefur fundist borgarskipulagið algjörlega rétt stefna 2014 skipulagið, aðalskipulagið er bara hárrétt. Það er þetta 15-20 minna hverfi, þétta hverfin og þessi fínu hverfi allstæðir í borginni. En við höfum aðeins svona bara mist sjónar á boltan í þessu. Hvernig þá? Sko til dæmis 2014 í því aðalskipulagi ég talaði að Reykjavík eigi að vera á 4 hæðum. Þessi 9 hverfi eru á 4 hæðum. Og það er sko Kaupmannahöfn á 4-5 hæðum, Stokkólmi 5-6 hæðum og það tala að við erum að 4 hæðum. Það stendur nánast í sviga í aðalskipulaginu að þessi heimilt að vera á 8 hæðum. Það er nánast reglan heldur en undantekningin í dag. Það er kringum okkur. Já, þéttingareiturinn með kringum Valhöll, eini staðurinn sem sjálfstæðisflokkurinn Heklureiturinn, gamla sjónvarshúsið, þetta er allt saman 7-8 hæða hús. Já, og það er nánast eins og regla núna að fara alltaf í toppin að því sem er mögulega heimilt með aðalskipulag. Það er líka algjörlega byggt út í götu, þannig að umhverfið í kring verður ekki eins þægilegt. Þannig að þú vilt segja nei við verktakana þegar þeir koma? Já, ég vil bara endurskoða þetta, öll ný hverfi. Það þarf að skoða þessi prinsip. Prinsipin voru rétt 2014, hugmyndafræðin var rétt, en það var gefið heimild til þess að stækka og byggja aðeins meira. Verktakarnir hafa nýtt þetta alveg út í ystu æsar og við höfum einhvern veginn ekki náð að stoppa þetta. Þannig að sko þessi deiluskipulag sem við erum að gera upp í Úlfarsdal eða á öðrum stöðum í borginni, þá þurfum við bara að halda þessum prinsipum alveg föstum. Annað verkefni sem ég er dálítið skotin í og held að sé mikilvægt, að alla bestu borgir í heim eru byggðar á litlum þorpum. Þú veist, það skiptir ekki máli hvort þessi stærstu borgir í heimi eins og Tókíó með 30 miljón manns. Það eru lítil þorp sem eru sjálfbær og þau eru mjög ólík. Svo í Stokkólmi eru nokkur hverfi innan Stokkólm sem eru mjög ólík en öll með mjög svona sterkt identity. Og ég held að til þess að ná þessu betur þá þarf að komast meira vald út í hverfin. Það sem gerist í Grafavogi á að vera tekin ákvörðun í Grafavogi en ekki í Borgartúni og Ráðhúsinu. Hvernig breytir þú því stjórnsýslulega sem borgarstjóri? Já, sko, þetta er á mörgum levelum. Þetta er bæði í skólunum, íþróttafélögunum, tómstundunum og frístundunum. Ég er búin að hitta nokkra á tómstundasviði í Breiðholti, Miðbæ og Vesturbæ og þau, núna er sko Miðbær, Vesturbær og Hlíðar komið með skrifstofu inn í Borgartúni og eru að hitta börnin minna. Þetta er sko fólki sem á að sjá börnin þegar eru lítil fylgjast með þau að kunna nöfnin á þeim. Þannig að þetta er, held ég, stort verkefni. Þannig að rangar ákvarðanir í skipulagsmálum og mikil miðstýring. Þetta er maður orða bara power to the people. Það er verktakarnir hafa ráðið á miklu og völdin hafa tekin út úr hverfunum. Er þetta rétt? Já, þetta er allavega ekki mín stefna að taka völdin út úr hverfunum. Þvert á móti. Já, ef við byrjum á hinu, þvert á móti, þá var það stefna og er stefna til dæmis Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins að hafa eina miðlæga þjónustumiðstöð þar sem að fólk á að koma og sækja þjónustu. Samfylkingin færði þjónustun út í hverfin. Og færði í rauninni valdið út í hverfin. Og við hefum staðið vörðum það og það var eina bara mínum tillögum og samstarf mitt við Skúla Helgason þegar hann var formaður Skóla- og frístundaráðs að við byggum með til og valdeflundum þessar miðstöðar þannig að sú þjónusta sem er fyrir börnin og fjölskyldunar í hverfunum er staðsett út í hverfunum. Núna er ákvarðanir hana, hvað er hún tekin? Hún er tekin þar. Ákvarðanir þá þjónustu. Auðvitað eru fagráðin þar sem við erum kosin til. Við setjum reglunar, við setjum línutnar, en við erum ekki að taka ákvarðanir þjónustu eða stuðning við einstaka fjölskyldur. Það er þá bara í einhver áfrýjunarnefnd velferðarráðs. Þetta er eina grunn bara ástæðan fyrir að ég fór í pólitík. Það er bara þetta, ákvarðanir séu teknar nálægtir. Við fórum líka í það að flytja í rauninni þegar þú ert að fá þessa þjónustu. Að það á að vera þar sem þú vilt. Þannig að núna getur þú hitt starfsmann borgarinnar heima hjá þér, í skólanum þínum, í bókasafninu eða þar sem að þér hentar best. Þannig að þú ert að fara að tala við félagsráðgjafa, sálfræðing, ef við tökum börnin, það eru mörg þeirra sem vilja frekar hitta sérfræðingana í skólanum og þá förum við þangað. Og
ég held að það sé bara mjög mikilvægt, við erum með 4 miðstöðvar, nákvæmlega hvar þær eru staðsettar, það er mikilvægt að sé í hverfunum, það er líka mikilvægast að öllu að fólki sem þar vinnur fari út og hitti fólkið. Hún segir þeirra búin að gera það sem hún vil gera. Þar eru við samanlega. Varandi skipulagið, þá er ég... Klárum aðeins þetta, förum aftur í skipulagið með auka hæðina. En ég er bara að því að hún er að segja að hún sé búin að gera það sem að þú varst að leggja áherslu og að þú vildi gera. Já, þetta er margþætt. Það að borgin sé að tala við íþróttafélögin og viti hvað er að gerast í hverfunum, er ég að heyra sé bara ekki til staðar. Það er auðvitað bara ekki rétt, Pétur, þú eru nú alveg að, þú getur sitt á bókin okkar. Nú er bara fylgir að fara í mál við borgarstjórn og þeir fá ekki fundi út af... Formaður fylgis er auðvitað í borgarstjórn, þannig að hann er í stöðursambandi við okkur. Já. En enga síðan að fara í mál og segja... Ég og Björn verðum alveg rugglaðir, þú segir að þetta sé svona, þú segir að þetta sé einsegin og við erum einhvern nær. Já, það er margt gott gert í dag, en það þarf að bæta ýmislegt. Það eru, ég var að tala við aðila sem er yfir tómstundum og frístundum í Breiðholti og það er að hluta því hvernig er Reykjavíkurborgin tölu niður. Þannig að það er ábótavant að við fáum að taka meira af ákvörðum inn í hverfunum. En það er hins vegar stórkostlegir hlutir að gerast í hverfunum, eða mjög gott starf í hverfunum. Hann nefnir dæmi sem er bara, maður fekk nánast gæsað að þegar sérstaklega í Breiðholti að það eru fólk af erlendum uppruna þar sem strákarnir hafa ekki koma 10-11 ára til landsins og hafa ekki náð að læra íslensku og það er lykilatriði að vera með fólk í hverfinu sem kann nöfnin á þeim og hann nefndi bara eitt dæmi strák sem var á leiðinni í kannski á vonda stað. Það var unni með honum inn í hverfinu þið fallið sagði og þetta er gott, þetta er núna svona þetta er það sem við verðum að gera það sem er búið að gera og það er bara þau skilja hann og þau vinna með honum og hann er farin að vinna fyrir Reykjavíkurborg núna. Þú vilt bara gera meira af því sem þau hafa. Ég held að þetta gera meira af þessu. Þetta er það sem við höfum klárlega verið að gera og fjárfesta í flótanum starfsfólki sem fer inn, við erum búin að fjárfesta núna í svona tengiliðum sem er að tala ungt fólk sem er ekki í virkni eða neinum frístundum og skoða, við erum að vinna það með Íþróttabandalagi Reykjavíkur sem að í rauninni er starfsmaðurinn okkar beggja en ef að barni hefur áhuga á tónlist eða myndlist þá er það auðvitað það við erum líka svolítið að kortlíka hvað er það sem að hvaða tómstundir eru það sem við þurfum að hafa sem að börn vilja, sem eru ekki hvernig getum við stutt betur við þessar fjölskyldur og ég labbaði með flótanum í Breiðholtinu, það var ótrúlega merkilegt sem er svona fljótandi félagsmiðstöð, það eru rauninni starfsfólk Reykjavíkurborgar sem fer allt, við erum búin að koma upp úlingarölti, það eru starfsmenn félagsmiðstöðana sem að fara alla borgina og eru líka, ekki bara það að börningu þurfa að koma inn í okkar hús, heldur við að fara að sækja, við erum að fylgjast með á stærri hátíðum eru við, þau þekkja börnin, þau vita hvað er. Ég held að það sé ekki, þarna eru við algjörlega á réttri leið og bara gott að Pétur er sammála því. Varðandi skipulagið, það er ennþá sama alskipulagi í gangi og það hefur ekkert breyst af því skipulagi og það hefur engar sérstakar ákvarðanir verið teknar á minni vakt. En gagnrýni sem maður heyri frá Pétri, ég hef heyrt áður, það er að verktakarnir geta suðað út. Þú lofar, ég fengi að tala um þetta. Já, suðað út eina auka hæð. Það sé aðurðin allt og mikið þéttleiki. Við erum alltaf að fjalla um þetta hér að það kom ekki sólarljós inn á sumar íbúðunum sem verið að byggja hérna á Eglurreitnum. Þú kannast við þetta. Það er eins og borgin hafi bara látið eftir verktökunum. Ég hef sagt að þessi arðbærasti störf sem hægt er að finna á Íslandi, það eru þeir sem að vinna hjá verktökunum við að suða auka hæð út úr ykkur. En Gunnar Smári, þú lofaði mér áðan, ég fengi að taka ég var bara að búa til spurninguna, klára hana. Jú, auðvitað hef ég heyrt þetta og auðvitað skil ég þetta og auðvitað veit ég að þetta er gagnrýni og auðvitað er óbúslega leiðilegt að koma og segja já, þetta byggir á gömlu skipulagi sem var samþykkt eitthvað 2009 og eitthvað. Og það er auðvitað ótrúlega leiðilegt komment frá borgarstjóra að koma með. En á minni vakt höfum við ekki verið að auka í þetta. Við höfum þvert á móti sett núna borgarhönnunarstefnu sem tekur akkurat til þessara mála og útskýri betur hvað það er sem við viljum. Vegna þess að það sem er ekki skýrt í aðalskipulagi og það sem er ekki skýrt í deiluskipulagi þegar lóðir útlitað, þá getur fólk farið í mál við borgina og þá getur fólk verið og þá lendum við þessum samningaviðræðum. Og já, ég held að þetta hafi bara ekki verið nóg skýrt á 2014 og við hefum þurft að skýra það betur þeir sem voru þá á vaktinni.
þau voru að gera gott starf. En Og síðan þá höfum við heyrir eiginlega andúðina við þéttingu byggðar vera vaxandi. Síðan höfum við ekki í rauninni endurskipulega, ekki tekið upp aðalskipulagið, en ég held að sé alveg komin sá tími núna og eina af okkar fyrstu tillögum eftir ég tók við var einmitt að fara í að undirbúa það. Þannig við fóljum í rauninni umhverfis- og skipulagsviði að skoða svolítið framtíðan og þá erum við að tala svolítið langt fram í tíman, kannski 20, 30, 40, 50 ár, hvernig sáum við byggðun okkar þróast, hvar getum við gert og meðan við erum alltaf svona óbáslega mikið bara inn í miðborginni, þá hækkaði húsin. Þannig ef við förum aðeins, ef við leyfum okkur aðeins og tryggja birtuna, tryggja grænusvæðin, tryggja íþróttirnar, tryggja bókasafnið, allt það sem að gefur lífinu gildi. Og ef þú hefur lesið þessa borgarhönnunarstefnu sem núna mun fara eftir kosningar, gerir ég ráð fyrir, fáum við umbúðið þess inn í aðalskipulagið. Núna með borgarhönnunarstefnu sem hefur verið samþykkt í borgarstjórn geta allir uppbyggingaraðilar séð nákvæmlega hver er stefna borgarinnar. Hún var kannski ekki nógu skýr og það má vel vera að að við hefum þurft að vera harðari á einhverjum tímapunkti þar en eftir að ég komst til valda í þennan stól í þennan málaflokk þá höfum við tekið ekki kúvendingu en við tekið ákveðna sveig og við höfum í rauninni Einar Þorsteinsson til dæmis fór út í hverfin, fór út í Grafavog og Breiðholt, hélt fundi og lýsti þar miklum þéttingaráformum sem við höfum í rauninni fallið frá að mestu eða nánast öllu leyti. Heiða mig langar aðeins og það er vegna þess að það var gert án samráðs við íbúana og okkur finnst bara mikilvægt að það sem var verið að tala í Breiðholtinu var alltaf grundvelli samráðs, það var grundvelli hverfiskipulags, það sem var gert í Grafavoginum var ekki á grundvelli neins samráðs og það er ekkert hverfiskipulag. Hver á græna gímandi? Er það þú eða Einar eða það er nú lengst að sagja Hver á þetta? Samningurinn þetta var gerður fyrir að Vilhjálmur Vilhjálmsson var borgarstjóri, þá var lóðin ferð til Reykjavíkurborgar og þá var samþykkt að setja hana í ekki hönnun. Síðan hefur þetta farið í marga hringi og ég held að allir sem hafa starfað síðan hafi mögulega tekið en húsið risi og húsið var risi en við erum í bara góður sambandi við þá aðilega sem þarna eru og vonandi þetta hús er akkur ekki til suma það er bara þannig. Nógar aðeins að víkja umræðina því sem að raunverulega fólk, almenningur er að ræðum. Ég er eins og Pétur, þykist ég veit að ferð þú í sund reglulega heiða? Já, ég ger það. Og er ekki fólk stundum að ræða við þig hvað megi fara betur? Jú, algjörlega. Í bónus líka. Já, og innan tíðar munum við sjónvarpa spjalli við 4 kalla sem að hittast reglulega í einn af sundlögum bæjarins og þeir lýsa því að það er svona almenn skoðun bara hins almenna Reykvíkings að það skipti ekki öllu máli hver sé í borgarstjórn, bara borgarfulltrúar hafi bara verið með allt niður sig mjög lengi og það sem að fólk finnur að það er dæmis bílastæðin hvernig alltaf að verða erfiðar að finna bílastæði, það er umferðarþungin við erum búin að heyra talað borgarlínu alveg óskaplega lengi en það vantar alltaf þetta skref að það sé stigið umferðin eykst alltaf meir og meir það eru þessi mál sem að Smári var að nefna með skipulagsmálin og bara svona daglegt líf finnst almenna Reykvíkings það er mál allra þessara 4 viðmælenda að lífsgæði í borginni séu niður á við og svo væri hægt að ræða leikskólana og eitthvað fleira, það klassiska vandamál en þarf ekki að taka það aðeins til þín að það sem að hefur verið ákveðið hvað var alltaf fækkun bílastæða og torvelt aðgengi fólk sem áður í Vesturbæjarlög skils mér að það er að fækka bílastæðum og áhyggjur af því að þar komi aldra fólk á bílónum sínum og vilji komast bara strax í sund og bara svona eitt dæmi að mörgum og umferðarþungin og allt þetta þið hafi svolítið sofið á vaktinni samkvæmt því sem að hinn almenni íbúi finnur að það er mér er sagt að bætist við á götur borgarinnar 70 bílar á viku Já. Og bílum fjölgar miklu hraðar heldur en akreinum eða bílastæðum og það er þrengur okkur, ég held að það finni það allir
Ætti þá ekki bara að vera neyðarfundir í borgarstjórn þessa stöðu og Það alvöru það. lausnir? Jú, en þú veist, lausnirnar eru borgarlína, lausnirnar eru að gera fólki kleift að velja fleiri samgöngumáta. Þetta sögðu líka Og ég fyrir held 10 að árum. þú myndir tala við 4 hjólreiðamenn, þá myndir tala að lífsgæði þeirra hefði aukist og Ég bæst er alveg sammála því stórkostlega. og allir sammála það. Já, Það er og fólk miklu sem að auðveldara kýsa ganga að hjóla. ganga, þú veist, segir að lífsgæðin sín hafi og auðvitað eru við, og þar eru við ákveðinu vegferð, ég er ekki að segja þessi búið, en þú veist, það hefur verið tekin stór skref þar. Við jukum strætóferðir núna í haust og það eru margir sem eru mjög ánægðir með það, en auðvitað er þessi tíminn okkar er svo dýrmætur. Hefur notendur Við viljum fjölgað ekki- mikið í strætó síðan þið fjölguðu í strætó? Sko, notendum hefur fjölgað eftir að við jukum tíðnina. Það er bara þetta að þú getur treyst á tíðnina. Og meðan að strætó er ekki alfarið á sér akrinum, þá getur fólk ekki alveg treyst á það. En þið getur svo sem ekki treyst á það heldur að vera með engabíl. Af því við lendum öll í sömu umferðinni ef umferðin er svona mikil. Það er það sem að fólk upplifa þessi Já. fast í umferðinni. Og það er enginn í borgarstjórn sem að lagði lagði Við erum að taka klukkan 5, Já. fóruð þið ekki í einum svolítið mikla umferða? Jú, ef þú veist, ég var hérna rétt hjá reyndar, þannig ég kom bara hlaupandi. En þú veist, málið er að það er enginn í borgarstjórn úr minni eða meirihluta sem hefur sko ákveðið að auka umferðina eða ákveðið að það eigi að verða erfitt að búa í Reykjavík. Og ég vil bara fá að segja það, alveg sama sko, hverjir það eru sem er komin í borgarstjórn. Almennt vill fólk gera gagn. Almennt er fólk þar vegna þess að það vill gera, og ég ætla bara að fá að segja líka að fólk úr öllum flokkum er að leggja sig fram það, að koma með hugmyndir, tala við íbúa. Það er kannski bara þessi upplýsingaóreiða og þessi svona niðurrif sem að er svolítið að skemma. Viðhorfskannanir segja akkurat þessa sögu sem ég var að nefna. Sko, og þær eru þið segið viðhorf. einhvern veginn öll, já, þetta er bara svona. Já. En sko, það er ekkert sem segir mann að þetta sé að breytast. Ástandið verður bara verra og verra. Já. Umferðarþungi verður meir og meiri, stæðin verða færri og færri og hinn daglegi íbúi pirrast meir og meir. Stæðin eru reyndar ekki fari, en ég ætla að segja, Það er viðhorfin. gjaldtaka færist hérna svolítið víðar út í hverfin. Það er Já. uppkvæmstu líka. Já, sko, ég ætla reyndar að taka undir þetta með þessa gjaldtöku, mér finnst það ótrúlega mikilvægt og ég bara fagna því að Hanna Katrín ætla einhvern veginn að búta til einhverja reglugerði eða eitthvað þessa gjaldtöku. Þetta ástand er búið í Reykjavík í mörg ár. Já, en þú veist, það er ekki okkar, við getum ekki bannað fólki, þú getur fara og til að taka gjöld af bílastæðinu en ég get ekki bannað það. Þú veist, þetta er frekar opið, lagalega séð og Reykjavíkurborg setur ekki lög, en við höfum vissulega farið með gjaldtöku á okkar vegum, sérstaklega þar sem að íbúar hafa átt erfitt með að fá bílastæði. Og við vorum einmitt að ákveða núna, til dæmis að opna á það að íbúar geti fengið annað bílastæðakort, að rekstraraðilar í miðborginni geti fengið rekstraraðila bílastæðakort. Við erum að reyna að finna á þessu lausnir, en meðan bílarnir eru svona margir, þá er það þetta eru takmörku gæði og við viljum ekki fara í að rífa hús eða slíkt. Það er að fjölga íbúunum og sumir eru á bílum og þetta er ekki bara gaman. En bílastæðum per se hefur ekki fækkað, en bílastæðum sem eru ókeypis hefur fækkað. Það er algjörlega rétt hjá þér. En viðhorfskannanir, það er eitt og því ég held að það sé eitthvað sem við þurfum alltaf að taka alvarlega og við líka bara sem þjóð ef við ætlum að trúa á lýðræðið, trúa á samfélagið sem að ég er einlægur aðdáandi að samfélagi, bara því ég veit að skiptir svo miklu máli að þú sért ekki einn í samfélaginu og þú upplifir ekki að þú sért aleinn og einhvern veginn með allar þínar áhyggjur og byrðar. Ég held að það sé rosalega mikilvægt að við einhvern veginn sko áttum okkur á að við gerum þjónustukannanir alla þjónustu sem borgin veitir í leikskólum og við erum að kanna hvernig börnunum okkar líður og hvernig kennurum og hvernig starfsfólkinu líður og þeir sem fá þjónustu fatlara og þeir sem fá aksturstjónustu og þeir sem fá þetta. Við erum að kanna alltaf ánæmi þjónustuna. Við erum alltaf að fylgjast með hvort okkur gengur betur eða ekki betur. Og þegar við tölum með notendur það sem við erum að þjónusta þá með, þá er fólk almennt ánægt með götuna sína. Það er almennt ánægt með hverfið sitt. Það er almennt ánægt með skólabarnana sinna, leikskólabarnana sinna, allt sem tengist þínu lífi, en þetta viðhorf til Reykjavíkur er ekki nógu jákvætt. Það er eitthvað. Þið spurjið afstöðu fólks. Já. Þá kannski er 80% sem er ánægð með en 20% er ekki, sem er ekki á góða þjónustu. Ég býst við að þessi þannig í leikskólanum, þessi mjög misjafnt á milli leikskóla, ánægð með það. Það er mjög almenn ánægð, sko, það er 95% ánægja með leikskólan til dæmis, en auðvitað kannski ekki ánægja hjá þeim sem ekki fá leikskólapláss. Ekki þeir sem fá ekki að koma með börnin einn dag í viku. Nei, klárlega, örugglega ekki, en sem betur fyrir eru það ekki allir og sem betur fyrir eru að reyna að vinna. En við heyrum náttúrulega meiri í þeim, skiljanlega. Ég held bara, sko, þetta er bara eitt af því, og þetta er eitt af því sem að Pétur hefur líka talað varðandi trausti til Reykjavíkurborgar, að það eru misvísandi upplýsingar, það er ákveðin upplýsingaóreiða.
einhver segir Þú ert nú þetta, með annar segir nægilega marga þetta. upplýsingafulltrúa til þess að Já, greiða ég á ræði nú henni. ekkert yfir þeim, sko. Það væri nú gott ef við væri allir á En ég held að mínu. sé munur á ykkur. Þú segir að það sé upplýsingóri að þið standi ykkur umvel vel og fólk ætla að koma í gegn. Ég held að Pétur sé á því að þið standi ykkur ekki nú vel. Nei, ég menna, það er enginn sem segir í stundum, þú veist, það væri enginn að bjóða sig fram áfram ef allt væri komið. Nei, en þú ert á því að þau standa sig bara ekki nú vel í þessari þjónustu. Og upplýsingunum, ef þú talar um upplýsingaóreiðu, þú veist, upplýsingarna verða að koma frá okkur og við viljum líka segja satt. Þú veist, það þýðir ekki að lofa því að veri komið þjóðarhöll í handbolta 2025 og svo Öll börn fái inn í eins og saldur eins og var lofað hérna í síðustu kostningu. Já, og upplifum fólks að það sé fari vel með almanna fé, skattgreiðenda fé, þú veist, Brákaborg er eitt dæmi, þú veist, sem er svona órásía og Stjórnsýslukostnaðar. Þetta finnst mér akkurat svona gott dæmi eitthvað sem skapar þessa upplýsingaóreiðu, að það sé órásía að kaupa gamalt hús og gera það upp. Það er ekki órásía. Það er bara ekkert gengið eins og sagt að þetta tekið langan tíma já, og það voru mistök. Það er ekki órásía. Það eru vandamál sem komið upp í framkvæmdaferli. En bragginn. Já, bragginn og svona, það er, og þú veist, græma gímalda, það er ímið svona verkefni sem hafa bara gengið illa og þetta er náttúrulega í umræðunni. Það er síður í umræðunni einhver góð statistík frá foreldrum í leikskóla. Það er skiljanlegt. Þið í fjölmiðlum starfið náttúrulega því að þið verðið að segja frá því sem er merkilegt og það er oft mjög neikvætt og það er neikvæð umræða. Við horfum á það sem er til þess að geta lagað það. Akkurat. Það er ástæðan fyrir að þylja alltaf upp það sem er í lagi. Þetta að gera við það. Einmitt. En það er sko... Kannski mættum við gera meira þess. Það er náttúrulega, þú veist, borgarstjórnar að segja satt og rétt frá og þetta er svona væntingastjórnun. Þú getur ekki verið að segja, sko, 2018 að verið komin þjóðaleikvangur í fótbolta í Laugardalnum á þessum tíma, svo bara er ekkert unnið í því. Þannig að sko, það er ýmislegt sem er og með umferðina og til þess að leggja bílursinum parkeringu í bænum þá er það risastórt mál og við erum að taka ákvarðanir í dag upp á framtíðina. Þú veist, hvar eiga næstu 20, 30, 40 íbúar, menn það er 2% aukning á hverju ári í Reykjavík. Og ef við höldum áfram að byggja austan með núverandi byggð, þá mun vera meiri umferð. Borgarlínan vonandi tekur töluvert af þessu og léttir á. Almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að koma umferðin í eitthvað svona aðeins betra horf. En staðan í dag er ekki góð, fólk upplifa það sem býr langt frá vinnustæðinu sínum, að það tekur bara allt og langan tíma og það er óþolandi að sitja í traffík. Þú veist, það er bara, ég held að það hefur bara vond áhrif á mann bara sálfræðilega. Flestir hafa eiginlega það spennandi líf að þeir hafa eitthvað annað við tíman að gera heldur. Já, ætti að vera að gera eitthvað annað. Betur fyrr, já, en fólk kannski hlustar á ykkur á samstöðuna með það. Já, við kannski græðum á þessu. Já, en þetta er mjög mikilvægt að við þurfum að átta okkur á því út að það er ekki stemning við þéttingu byggðar. Þið heyrið það? Nei, það er... hafi hún einhvern tímann verið þá var henni lokið. En heiða bara svona... Aðeins varandi það, að því að þétting byggðar Akkurat. Sem að þegar þú ert að tala við Reykingu það, þá er það svona eins og heglureiturinn sem þú sér bara einhver skjár á milli húsa og það getur verið bara í Kópavoginn í kringu Smáralindinu og séð slæm dæmi þetta. En þétting byggðar er að það sé þjónusta út í hverfunum. Þannig ég geti labbað út í búðs, ég geti labbað til heimilislæknis, ég geti labbað í apótek, ég geti labbað í Brynju sem er farinn. Þetta ekki bara á mínu hverfi. En mér finnst sko áherslan er að öll þjónusta við hverfin eru öll meira og minna í iðnaði hverfunum, eru á Granda, eru í Skeifunni og ég sé ekki að Reykjavík hafi verið með þéttingarstefnu. Nei, já, hún er náttúrulega verið, sko, það hefur verið að þétta inn í hverfunum. Íbúðin það er ekki þétting byggðar er að þjónusta sig inn í hverfunum. Akkurat, og það er nú verið að gagnrýna það núna að sé krafa að sé þjónusta á neðstu hæðum á þessum þéttingarreitum og ég held að það sé rétt stefna en það verður að vera nógu mikið af fólki til þess að það sé eitthvað sem vilji reka eitthvað þarna niðri á þessum jarðhæðum. Það er ekki búið að manna það er ekki koma út hæðunum sko á hverfisgötunni sinni. Já. Ég labbaði alltaf það. En heiða sko að því að þú segir að stæðum hafi en að þú segir að bílastæðum hafi ekki fækkað eða fjölgar 280 bíla á mánuði þá fækkar þeim hlutfallslega. Það er alltaf fleiri og fleiri bílar að berjast þessi stæði þannig að þeim yrði þá að fjölga í takti við alla þessa bíla. Bara svona þess að benda á það. Hvernig myndum við gera það? Myndum við leggja til að rífa einhver hús? Skiljið, það er ekki eins og það sé hægt að bara búa þau til. Viljum við, skiljið, ég meina þá eru að tala um miðbæinn oftast. Þetta er ekki svona þannig að það væri bara hægt að
já, bara ákveða það. Ég meina, við þurfum bara, þetta er einhver ákvörðun. Þegar við fækka bílastæðum. Já, við höfum ekki gert það. Einstakastæður. En ég meina, við höfum líka byggt risastóra bílakjallara. Ég meina, við tökum undir miðborginni og Hörpunni þar sem við tókum þátt í, við erum reyndar búin að selja okkar hluti því, en ég meina, við erum með bílastæðahús sem eru þarna, sem eru oftast ekki alveg full sem betur fer, af því það væri ekki gott. En ég meina, ég skil það, ég horfa á þetta, ég veit þetta er vandamál og við verðum einhvern veginn að horfa á bara hvernig aðra borgir hafa leyst þetta, hvernig aðra borgir hafa farið í að stýra umferð meira inn í miðborgirnar. Þetta er ekki þannig að þetta sé bara þannig að við getum bara allt í einu fjölga bílastæðum. Af því ef það væri þannig, þá væri búið að gera. En viðhorfsmunur hjá ykkur tveimur gagnvart framtíð Reykjavíkurflugvallar? Þú nefndir það hjá RÚV í vikunni að best væri að ná sátt við alla aðila, fólkið út á landi, sjúkraflugið og allt það. Og ég held að séu mjög margir reykjavíkingar sammála því að hérna Reykjavíkurflugvöll náttúrulega er þessi sprengja sem klífur borgina. Það var eins og kosuðum þetta og það var meirihluti sem samþykkti að færi. Og hlutverk innlandsflugs hefur breyst heilmikið. Ég get nú rætt sem gamall akureyringur, ég bjó 25 ára á Akureyri og fyrir hluta þess tímabils þá er ég sífellt að fljúga á milli Akureyri og Reykjavíkur, mjög lítið í seinni tíð og það eru margar gildar ástæður fyrir því ég get sagt það sem norrlendingur þeir geta ráðast á mig sem norrlending en ef þið færið að tala mikið niður Reykjavíkurflugvöll þá myndi landsbyggðin koma öll á ykkur alveg kolvitlaus bara svona aðeins til þess að klára þetta er viðhorfsmunur á ykkur tveimur gagnvart framtíð? Ég skal bara segja mína skoðun á málinu. Það er sko ég sem íbúi í Vesturbænum í Reykjavík í dag Reykjavíkurflugvöllur truflar mig ekkert svo rosalega mikið. Það er svolítið hávæði og kannski einhver mengun og svona en það er sko tengdamamma er sko að vera nýræð og hún er frá Ólafsfirði og ég sækja hún út Reykjavíkurflugvöll og tekur 2-3 mínútur. Það að sumu leyti er mjög praktískt og þægilegt að hafa Reykjavíkurflugvöll sem er. Þannig ég hef í grunninn ekki neitt á móti Reykjavíkurflugvölli. Það er algjörlega ljóst að sjúkraflugið er lykilatriði. Ef sérfræðingar segja að sjúkraflugi verði að vera á Reykjavíkurflugvelli, þá getum við bara hægt að tala um þetta. Þú veist, þá verður bara þessi braut að vera og þá ef það er ekki hægt að færa það eitthvað aðeins lengra burtu. Ef íbúa landsbyggðarinnar segja við verðum að lenda í miðbænum, við munum ekki geta að hugsa okkur að lenda annar staðar, þá getum við líka bara pakka saman. Ega þeirra ráðið þeim bara? Nei, þetta er náttúrulega sko, Reykjavík er höfuðborgin og þetta tökum við tillit til þess. Skipulagsvaldi er hjá sveitafélaginu og það fer ekkert millum mála. En auðvitað mun Reykjavík alltaf hlusta á landsbyggðina. Sko, það eru aðalega út á landi sem sjá tækifæri því að ef innanlandsflugi fer nær alþjóðaflugvellinum að það yrði meiri ferðaþjónusta út á landi. Núna í dag er það þannig að ég held að sé 80% af þeim sem koma hérna erlendir ferðamenn taka bílaleigubíl í Keflavík og keyra í morguntrafikkin í gegnum Hafnarfjörð og inn í Reykjavík eru tvær nætur á hóteli í Reykjavík reykspóla síðan Suðurlandið og svo tilbaka í Reykjavík og svo heim. Og þeir sko eru í trafikkin, morguntrafikkinni, þeir eru að hafa áhrif á hana. Ef við getum leyst sjúkraflugið og fundi aðra staðsetningu fyrir innanlandsflugvöllin, þá þetta tengist allt með bílastæðin og tengist með, hvar við að búa, þéttingu byggðar. En hefur ekki okkur að reyna að leysa það í 30 ár? Það er engin að vinna í þessu, að neinu viti. Og mér finnst að Kristrún gaf upp þann boltaðan daginn að þetta er bara í friði næstu áratugi, var það ekki? Það er sagt. Í kynningu og samgöngustefnu. Akkurat. Það er mjög þægilegt fyrir, og þetta er viðkvæmt mál, það er mjög þægilegt að segja að Reykjavíkurflugvöllur verður þar sem hann verður, þar sem hann er, þangað til að önnur eða betri lausn finnst. En ákveð viltu losna við hann? Hvað viltu sitta hann í? Ég vil ekki losna... Eða viltu sitta 40.000 manna byggð þarna í Vestmanninu? Já, ég vil að framtíðar Reykvíkingar eigi möguleika að búa þarna og það er náttúrulega til skipulag þetta, velunarskipulag sem er sko með tjörn og almenningsgarðum og bara tengist miðborginni. Litlu barn með flugdreka eins og já, myndum. Þetta er alltaf fína mynd. En þetta verður ekki beint kosningamál? Nei, við þurfum að ákveða hvar, í dag eru að taka ákvörðun, hvar eiga næstu 40-50 reykvíkingar að búa og ef við ákveðum að fara með austan við núverandi byggð, þá verður byggðin sem er núna, Grafarvogurinn og Grafarholtið og alveg niður til að Kringlumýrarbraut, þá
það verða verri svæði. Það er enginn að tala um að það er mengun. Krakka get ekki verið úti og fólk með öndunarfæra sjúkdóma get ekki verið úti á dögum það sem er logn. Út af það er svo mikið svifryksmengun. Mér finnst sjálfsagt að við tölum um þetta, út af þetta er stefna fyrir borgina að hvar á fólki að búa. Finnst þetta skrítin áherslu að taka Reykjavíkurflugvöllinn núna? Nei, ég bara skil ekki, ég næ ekki alveg ég næ ekki alveg hvað Péturi finnst af því hann segir ef að fólk vil hafa farþegaflugið og sjúkraflugið það eigi hann að vera en það sé samt óábyrgt að segja hann eigi að vera þannig til annars betri staður finnst. Það er mjög skýrt. Ég skildi þetta bara ekki alveg en allavega ég skal skýra það. Að ef við tölum við sérfræðinga sem eru bráðalæknar og bráðahjúkrunarfræðingar og allir sem kom að sjúkraflugi og komast að því að það er ekki hægt að færa það frá Reykjavíkurflugvelli núna. Það bara verður að vera þar sem er útúrlagað að sé svarið. Að þá held ég að við getum bara hægt að tala um þetta. Já, þá erum við komið Þér finnst þetta ekki tímabært mál? Nei, málið er bara, ég skil ekki, þú veist, af því að þetta hefur verið okkar lína í langan tíma að Reykjavíkurflugvelli verður þarna hún til annar og betri staður finnst. Við höfum unnið að því með ríkinu að finna betri stað, sannlega. Og ég menna, Hvassahraunskýrslan sýndi til dæmis að þar var bara býsna góður staður fyrir flugvöll. Þá getur byrja að gjósa. Þá segir ríkisstjórnin við munum ekki fara í framkvæmdir á Reykjanesi fyrir en að allavega þessu góstímabili er lokið. Já, ég meina, hver veit það? Ég veit það ekki. Þá þarf að finna annan stað. Þá segir ríkisstjórnin, af því það er ekki Reykjavíkurborg sem er að fara og finna. Reykjavíkurborg byggir ekki þjóðarleikvanga. Reykjavíkurborg, mörg af þeim verkefnum sem að Pétur hefur tekið hér upp er í raun svolítið svona frumkvæðisverkefni ríkisins og þetta er það sannarlega nema Reykjavíkurborg skipulegur Vatnsmýrina og við hefum lengi haft það skipulag og það er gott að bara horfa á það framtíðarsýn að við eigum að nýta þetta land fyrir eitthvað annað heldur en flugvöll og það er ákveðin áhætta að hafa flugvöllana en að meðan að finnst ekki betri staður fyrir þetta mikilvæga flug sem er þá það að landsmenn allir getur komist í Reykjavíkur og þeir geti bara sótt hér þjónustu þetta er samt bara pínulítið brot á landsmönnum sem að flýgur til Reykjavíkur. Já, ég meina þú veist það er bara loftbrúin sem að fær borgaðan flugmiðan hjá einu opinbera. Já, það er svona tilfinningarlegt mál. Hafa ekki lengur efni á því. Ég er ósammála. Ég hef verið þarna mjög mikið. Já, hefur skoðað farþegarlistana borð í véluna? Ég var fyrir keppni. Ég meina pabbi sonar minn bjó á Ísafirði í mörg ár og ég var þarna annarkvæmt föstudag og ég bara hef verið alltaf ótrúlega mikið. Svo þegar ég var ung og foreldrar mínu búin alltaf Akureyri, það var alltaf hoppfargjöldin, þá þurfti maður að hanga á vellinum og það var laust. Þannig ég held í fram að það var engin borgarfulltrúi verið meira á. Þú væntanlega eins og ég sé breytinguna sem hefur orðið á samsetningu farþega. Auðvitað, en þetta er samt mikilvægt og Reykjavíkurborg er höfuborg allra landsmanna og við viljum að landsmenn allir upplifi að þeir séu velkomnir í borgina. Þú vilt það vera Reykjavíkurflugvöllin áfram? Nei, ég vil að við séum ekki að ýta honum burt fyrir en að betri staðsetning finnst hvar sem að hún er og við verðum að vinna aktíft að því. En Pétur væri til í bara nýja flugstöð á Keflavíkurflugvelli sem maður myndi sjá innanlandsflug. Já, ég ætla ekki að ákveða það. Ég ætla ekki að ákveða hvort að þetta er verið þar. Ég ætla hins vegar að segja, við höfum verið í vinnu með Landspítalanum og heilbrigðisráðherra og ég er búin að funda tvisvar með heilbrigðisráðherra einmitt sjúkraflugið. Vegna þess að nú er verið að færa bráðamóttökuna frá Fossvoginum yfir á Hringbrautina og við erum nú með bráðalækni. Hann glimtist ekki, en síðan að byrja að hanna þetta. Nei, akkurat. Já, það þarf að finna nýjan. Og við höfum verið að vinna í því. Og við erum með heilbrigðisráðherra sem er bráðalæknir, afskaplega vel að sér í þessum málum og leggur mikla áherslu á það að sjúkraflugið sé ekki langt frá Hringbrautinni. Vonandi finnum við bara betri lausn á því og vonandi getum við bara fundið út frá því og það er ekkert endilega það að sjúkraflug þurfa að vera á sama flugvelli og farþegaflug. Í rauninni bara jafnvel ekki. Þannig að við erum að vinna með þessa þætti. Það mætti losna við engaflugið, það er það sem að við höfum langmest að háa algjörlega og það er það sem að við höfum verið að vinna að og núna bara sen að ég tók við Hefur borgin engaflugið að segja? 11 mánuði hef ég farið tvisvar á fundir á þeirra og rætt þessi mál líka rætt þetta við minn formann vegna þess að þetta er í raun og það var samþykkt í borgarstjórn og mér var falið í raun að ræða innviðar á þeirra að standa við gerðar samningi. Reykjavíkurborg hafi gert samninga við ekki það að kennslufluginu og engafluginu og þessi þyrluflugi verði fundin annan staður og við viljum, það er okkar forgangsröð núna. Við bara farþegaflugið, ok, það þarf að finna stað fyrir það en kennsluflugið
einkaflugið, þoturnar og þyrlurnar og það í rauninni það sem að trufla íbúana mest og það það sem að svona, gæti náð smá ró svona tímabundið. Til framtíðar held ég alltaf að það verður byggt í Vatnsmýri. Þannig þróunin allstaðar og við horfum á það og við ætlum okkur þangað og við ætlum að íta áfram á það. Hins vegar erum við að fara að byggja austur í borginni. Það þannig. Við erum að fara að byggja í Keldnalandinu og við höfum verið að byggja í Úlfarsdalnum. Mosfellsbær að byggja í Blikastaðalandinu alveg upp að mörkum Reykjavíkurborgar og ég bara mjög fylgjandi við. Kannski er þetta eitt af vandamálunum með afstöðu almennings til borgarstjórnar að við erum með byggð í Vatnsmýri sem búið að vera að tala um í 30 ára, ekki gerist. Við erum með Sundabraut sem búið að vera að tala um í mörg 30 ára held ég, ekki búið að gerast. Við erum með borgarlínu sem þið eru að tala um núna og ég minni áttur ekki að vera löngu bara komin, áttu við ekki að geta tekið borgarlínuna bara heima eftir. Það hefði verið þannig. Miklabrautin í Stokk, ég sá það daginn, sem ég held að sé bara eitthvað þvæla sko. Það verður aldrei, Miklabrautin verður aldrei sett í Stokk sko, því að hvað að gera við umferðina með Það var einu sinni fyrsta frétt hjá okkur á stöðu 2, ég held að árið hafi verið 2002. Það eins og borgarmálinn séu í einhverjum sér heimi. Katrín Jakobsdóttir, hún sagði mér daginn að þegar hún var að byrja í pólitíkinni í borgarstjórn, þá var hún að halda einhverjar kynningar á Hábrú, Sundabraut í Hábrú. Þannig að ég sagði, ok, og hún er búin að klára sinn feril. Já, en við erum ennþá ekki komið Sundabrautina. En verðum ekki aðeins að stríða ykkur með því að ég sé að Rúmur að skrifa Heiða Björg spurði hvernig framsali á lóð Péturs í Skerjafirði var háttað, skrifstofa borgarstjóra sendi lögfræðingum og umhverfis og skipulagssviði fyrirspurnum rétt lóðarhafa til að framsala þær og hvernig slíku framsali hefði verið háttað í tilfelli Péturs Marteinssonar. Er slagur á millikar? Ertu að djöflast í trúverðuleika Péturs? Alls ekki. Ég bara þekki Pétur ekki neitt og enga ástæð til þess að efast hans trúverðuleika eða heiðarleika og bara ekki heyrt hann sé bara mjög vandaður og góður maður. En verður ekki að koma með reynt borð? Þú getur ekki verið beggja vegna borð? Ég búin, fyrsta lagi ég bara mjög stoltur af þessu verkefni sem byrjaði 2018, var að vinna í þessu í 5 ár. Síðan gekk ekki upp og það var svona aðeins það aftur þessi pólitík og kerfi sem einhvern veginn bara, það varð ekkit af einhverju sem átt að verða af. Það átt að fylgja þarna girðingu sem að innviðaráðherra hefur ekki flutt. Innviðaráðherra og borgarstjóra á þeim tíma sem töldu sig vera að koma með leyfi til þess að færa þessa girðingu en það var ákveðið að stoppa það og eftir 5 ár í vinnu að einhverju verkefni þá bara gæti ekki lengur verið inn í þessu og fer út úr þessu og hef enga hagsmuni af málinu og ég er búin að svara fyrir þetta og það er ennverð að skrifa einhverja nýja fréttir. Já, það er bara eins og nú er maður komin í hennan heim sko og ég sé nú ennþá ekki opinber persóna eða sinn ekki. Þú ert ekki að pizza þessum fréttaskotum. Já, ég er ekki komin í landsliðsmaður í fótbolta ekki. Já, ég er ekki komin í með opinbera stöðu. Kristrún frambúðið? Ég held bara Nei. Er Ólafur Karan kostingastjóri hennar að vinna fyrir? Nei. Ekki? Vinna fyrir mig? Nei, það virkar ekki þannig. Hver er að vinna fyrir þig? Ég er með strák sem heitir Jóli sem ég kynntist fyrir, 2 vikur Formar ungra jafnaðarmanna ekki? Jú, hann er að hjálpa mér. Þannig að hann tekur afstöðu með þér gegn þér, formaður ungra jafnaðarmanna, Heiða. Hvað finnst þér um það? Mér finnst það miður sko, en það er auðvitað hans bara lýðræðislegir réttur að velja sér frambjóðanda. En almennt þegar ég var varaformaður, sem ég var varaformaður lengi, þá tók ég aldrei afstöðu í svona slag og reyndi að halda mig fyrir utan það og ég held að flestir í fórustunni gera það. Sýnir þetta ekki klofning í flokknum? Nei, ekkert endilega klofning. Ég menna, fólk bara, það er eðlilegt að við veljum okkur fulltrúa til þess að vera á framboðslistum. Það er bara fullkomlega eðlilegt. Það er samt eitthvað við þennan slag sem að það er eitthvað við hann eins og hann sé svolítið hatramur. Og maður velti fyrir sér og við höfum gert það við erum alltaf þykjast að vera með einhverja stjórnmálaskýringar og við höfum sagt að það sé ekkit endilega gefið að Samfylkingin komið sterk út úr þessu slag. Stundum er það þannig að það er bara hollt og gott, þannig hefur alltaf kenningin hjá Sjálfstæðismönnum að kjósa formann þangað til núna síðast, það bara ná ekki flokknum saman. Þannig að það er ákveðin hætt á að þið geti lent í því saman. Bara hættu að kjósa oddvita, bara út af þessu. Nei, ég segi það geti lent í því að það verði það hatram barátta. Nei, og það er 10 daga eftir eða ekki? Þó ég þekki nú ekki Pétur mikið, þá er enga trú á því að við sem að fara einhvern veginn að fara í eitthvað slíkt. Það er fólkið í ykkar herbúðum sem að... Jú, þetta, en þú veist... Ég hef sjálf svo ekki upplifað einhverja, ég þekki flokkin ekki vel. Hvernig gekkstu í Samfylkinguna? Ég hef tekið þátt síðan 2014 í öllum prófkjörum. En hvernig gekkstu í Samfylkinguna? Þá.
2014. Þá var bara Dagur og Kristín Sofía og Hjálmar og eitthvað fleira fólk sem ég bara vildi sjá á lista. Þannig ég þekki ekki alveg svona innviði og ég upplifi ekki eitthvað svona, þú veist, einhverja fylkingar og ég myndi ekki svona taka eftir því, sko, þó það væri. Hefur verið í flokknum alveg frá 2014? Skráður sem 2014. Ég hef tekið þátt í prófkjörum, sko. Ég held að meir taka þátt eða var alltaf það í samfélkinginu á þessari flokkum. Nei, þannig... Jú. Já, maður verður að vera skráður. Maður tekur þátt, já. Ég bara vissi það ekki. Já, þannig ég myndi alltaf taka eftir því þó að vera eitthvað svona fylkingar í flokknum, en bara ítrekka sem ég sagði áðan, sko, að þetta er ekki þannig að þetta er eitthvað óulegt plott gegn Heiðu eða séu eitthvað fylkingar. Þetta er bara ég sem tek ákvörðun. Ég hef sagt það áður, furðulegasta símtali, það er Logi Petró hringdi í mig eftir að við höfum talað pólitík margoft hist og hann hvatti mig fyrst eftir að hafa talað við einhverja selluhópa innan kannski ungra jafnaðarmanna, vildu sjá breytingar og ég tók mig tíma jólin að hugsa þetta og fer fram hann 1. janúar. Jólin með jóla? Já. En Heiða, myndirðu hætta í borgarstjórn ef þú vinnur ekki þennan leiðtogaslag? Sko, mér finnst að komi tími á konu í oddvita samfélkingarinnar. Mér finnst ég hafa sýnt það að mínum starfi ég er traustinsverð og ég er öflugur leiðtogi. Ég kosin fyrst allra sem ekki hægri manneskja sem formaði samband sveitarfélaga. Þar þarf ég að fá liðsinni fólks úr öllum flokkum. Samfylkingin er með 11% atkvæða þar, þannig að til þess að fá við 50 þá þarf þetta að fara ansi við það. Ég vil bara leggja mína reynslu og þekkingu á borði. Ef ég næ því ekki þá ætlum ég bara að taka afstöðu til þess. Ég bara núna, ég er í 150% starfi sem borgarstjóri. Frábært starf. Svo er ég núna að bjóða fram krafta mínum til þess að leiða listan. Ég bara er algjörlega að horfa á það. Ég vil ekki einhvern veginn taka frí í vinnunni til þess að vera að sinna einhverju prókjör. Ég vil bara vera heil í því sem ég geri. En ef að Pétur fær fyrsta sætið, ætlar þú þá ekki að vera á listan? Ég bara veit það ekki. Ég bara tek það afstöðu til þess. Pétur, ef þú nær ekki fyrsta sætið, ætlar að myndur þú sikja þriðja sætið eða annað sætið? Já, nú, mitt, maður rinni niður listan og indi 5. Ég held að það skipti ekki öllu máli hvort fólki sé öðru eða 5. sætið. Við þurfum að ná inn mörgum mönnum og mörgum fólki. En viltu vera á listanum þótt þú leiðir hann ekki? Ég held að sé aðalmálið að við séum með góðan og sigurstranglega lista í vor. En hefur svarað spurningu Gunnars? Já, ég held það. Það væri góð listi sem að væri Heiða og þú og svo eru margir hann að nýjir. Sigurstranglega listi er mjög mikilvægur og talandum svona pólitískar skýringar. Það eru blikur á lofti. Það er sko út allan heim og er að byrja á Íslandi núna. Eitthvað innflutt menningastríð. Það sem fólk er farið að tala svona us and them. Það hefur verið að skilgreina sjálfa sig sem Íslending og þeir sem eru á mót okkur eru útlendingar og múslimar og jafnvel transfólk. Þetta er alveg ótrúlega umræða og ég held að næstu 4 ár í pólitík á Íslandi og ekki bara í borgarstjórn eða í Reykjavík, að sjálfsögðu ekki, en allt land, þá er þetta eitthvað, sko, erum við að fara í átt í öfgahærið sem er að gerast allstaðar í kringum okkur. Ég er búin að fylgjast með þessu Svíþjóð þegar sko hálfgerð nasista flokkur Sverige Demokraterna allt í einu klæddu sig upp í jakkaföt og bindi og fóru að tala skólamál og þá var allt í einu legit að þeir væru í pólitík og þetta hefur svo mikil áhrif á samfélög og ég held að borgarstjóri verði að standa vörð þetta út af þetta menningastrið sem við erum að flytja inn og virkar eins og vírus og byrjar á ungum mönnum er mjög mikilvægt að tækla alveg leið. Ég held að næstu 4 ár snúist að miklu leitum þetta ásamt öllu hinnu að vinna aftur traust borgarbúa út af það er ekki mikið og það verður að segjast sér og það er ástæði fyrir því hvort það sé þessi bílastæði sem þú varst að nefna eða umferðin eða leikskólarnir eða allt sem að búið að lofa hefur ekki gerst þannig að þess vegna er ég að bjóða fram. Ég held að, sko, ég er alveg samanlega Pétri með það. Við þurfum að, sko, sigurstrangulegur listi er það sem að þarf að koma út úr þessu og við höfum þetta, sko, það er enginn sem að segja að sá sem vinnur oddvitaslag í samfylkingunni sem borgarstjóri. Þú þarft að vinna fyrir hverju einasta atkvæði sem þú færð í kosningum og kosningarnar. Við erum einfaldlega að velja upp á lista samfylkingarinnar, það fólk sem við teljum best til þess að tala fyrir okkar stefnu. Við erum stolt af okkar verkum þróun borgarinnar, við höfum stað okkur vel.
við höfum ekki gert allt fullkomið, en við verðum með nýjan lista, við ætlum okkur að ná 7 manns inn, við erum að mælast með svona 6-7, það hefur farið, hækkað eftir að ég tók við, okkur hefur fjölgað, við höfum meira að fengið borgarfulltrúa til liðs við okkur, þannig að við erum þegar farin að vaksa inn í fylgisaukninguna. Það nóg pláss. Það skilja sér nú ekki alltaf í atkvæði. Nei, það gerir það ekki. En ég er samt að segja það. Ég þekki ekki mikið í samfélkinguna, en ég býst við því að langflestir í samfélkingun líta svo á að oddviti samfélkingarna sé borgarstjórnarefni. Auðvitað er borgarstjórnarefni, en við getum aldrei gengið út frá því að borgast, sko, fyrsti maður samfélkingarinnar. Þú þarft alltaf að vinna leikinn. Fyrst er það flokksvalið, síðan er það kosningarnar og síðan er það að kunna bregðast við eftir kosningar og þannig ég vitni nú í mín góða vin Dag Bjarkjarson, kosningarnar eru í rauninni fyrri hálfleikur. Af því að þú veist, eftir kosningar þarftu að geta mynda meirihluta, þú þarft að geta að tala fyrir þínum málum. Það var að ná saman meirihluta og þóttan að tapaði kosningar. Já, og þess vegna verðum við alltaf að byrja, það er enginn sem býður sér fram. Ef við verum bara að ráða borgarstjóra, þá er örugglega við Pétur bæði, ég er með MBA og næringaráðgjöf og sálfræði og hann er með einhverja aðra menntun og við getum örugglega bæði sótt en við erum ekki að gera það, við erum að sækja vinnu fyrir borgarbúa og síðan eftir því hvernig þeir kjósa og hvernig við náum að vinna úr því hvernig þeir kjósa, þá raðast þetta saman. En við verðum einhvern veginn að vera tilbúin í öll verk og ég held að það að vera sigurstrangulegu listi fyrir samfylkinguna sé lykilatriði vegna þess að við tölum fyrir fólkið. Ég meina, ég var að koma núna að fundi með bandalagi íslenska listamanna, bandalagi bara fólks úr öllum listum. Ég meina, þetta er fólk sem finnur fyrir svona þessi aukna tali að menning séu óþarfi, menning, ég meina, við sjáum þegar listamannalaun eru alltaf kynntar alltaf eins og það sé sóun og fé. Þú veist, við þurfum að tala fyrir samfélagi, stöðum þar sem fólk hittist, bókasöfnum, ég meina, við höfum verið að tala fyrir því og sett inn auki fjármagn til þessi bókakaup, við þurfum að passa Við viljum skemmtilega fjölbreytilega borg. Já, ég held bara vinstri miðja ég held að það sé mikilvægt að þegar við horfum áfram í borgin okkar að við förum ekki einhverja öfgar, við séum raunsæ. Já, mér finnst það bara mjög mikilvægt. Herðu, mér finnst mjög gaman að fá okkur hérna að tala um borgarmál. Við náttúrulega komumst við ræddum alltaf skólamál, við ræddum alltaf leikskóla, við getum sitið hérna í marga klukkutíma. Já, hægilega. Og það er mjög skemmtileg bæðið að fá okkur hérna í heimsókn. Takk fyrir að koma hingað og gefa okkur tíma í það. Ég býst við þessi mjög upptekinn. Já, nóg að gera. En alltaf gaman að tala um borgarmál. Við kynnumst alltaf betur og betur sko í beinni útsendingu, það er gaman að því. Heiða og Pétur, kæra þakki fyrir að koma og takk fyrir hjálpina. En við ætlum að snúa okkur aftur hérna við Rauðaborð. Við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.